Þetta beinist starfið í upphafi að slökkva í því húsi sem að kviknar í. Það breyttist síðan fljótlega. Og við rennum bara aðeins yfir tímaröðina að við fáum þessi boð þarna fyrst klukkan 9:45 um kvöldið. Þessi bruni ekki nærri eins myndræð til að gerist í myrkri. Það ættu flestar að gerast á sumrin svo við hefðum góða myndræði til þess að læra. En ég reyndi svona að klístra saman eins og ég gat, þannig að við getum að rýnt í þetta. Mjög skömmu seinna kemur í ljós að þetta stefnir í stórbruna. Þá boðum við út, þetta stærra útkall en hitt, við boðum Þorlákshöfn, Stokkseyri, Hveragerði, Árnesi og Reykholt. En við héldum Flúðum og Laugarvatni eftir upp frá til þess að bæði hafa húsabruna og klippustyrk. Það þannig hjá okkur að báðar þessar einingar eru með björgunarklippur fyrir bílslys, en Flúðir eru með mjög öflugri klippur á Laugarvatn, en á móti mun minni slökkvilótt. Þannig að við reynum svona að huga þessu líka. Björgunarsveitir voru fljótt kallaðar út þar sem að það var alveg ljóst að þetta alveg gríðarleg vinna. Það lá vindáttin var öðruvísi og lá yfir talsvert fjölmennara íbúðarsvæði. Og fjöldahjálparstöð opnuð á sama stað og í hinu tilfellinu, en að þessu sinni nýttu sem mun fleiri fjöldahjálparstöðir milli 70-80 manns voru þar og dvöldu þar í mun lengri tíma. Þetta var náttúrulega mun lengri eldur af því þetta var ekki svona púffeldur, þetta þetta eldur í byggingu. Hérna skömmu seinna eldurinn í Gagnið 17 sem húsið sem að kviknaði í upphaflega, það var aðelda. Og við sjáum betur á mynd á eftir að hús 17 og 19 eru tengd með tengjubyggingu, með rana. Og síðan hús þarna við, númer 15, sem kökugerð. Framleiðið meðal annars alveg óbúslega gott rúgbrauð. Hvað heitir þetta aftur, strákar? HP kökugerð, við munum eftir rúgbrauðinu það, svakalega góð með saltinu. Og við síðan óskum eftir rýmingu úr þessum hverfum, við sjáum þá mynd á eftir, Hagahverfi, Nauthagaði, þetta alveg starðar íbúðabyggð. Og síðan það nú einhvað síður, þarna rétt eitt leitið sem rýmingur aflétt og skömmu seinna fjöldahjálparstöðinni lokað, en klukkan 5:06 slökkvistarf lokið og vettvangur til lögreglu lokið innan gæsalappa. Við vorum þar sem eftir var næturinnar og allan næsta dag að vinna þessu. Og kíkjum aðeins á það betur, en svona hætta frá þessu hún var frá. Myndir hérna þessar fyrstu eru teknar af lögreglumönnum sem voru fyrstir á vettvang. Það logar hérna upp úr þaki á eigninni númer 17. Sjáum aðeins betur yfirlitsmynd á eftir ofan á húsin, en húsin eiginlega bara 2 brunahólf. Þetta náttúrulega verksmiðja og þetta bara einn geymur sem að verður aðelda og það sem verið að framleiða hérna plast og loft eða verið að setja loft inn í plastefni. Þannig að þetta gríðarlega eldfim. Það rauninni miklu eldfimara heldur en það sem við áttum við hérna í útkallinu undan því að við erum með plastflöskur þarna að framleiða og frauðplastbakka og allt mögulegt. Þannig að við kjörblanda fyrir eldi. Og við sjáum hérna þessi munir að mínúta á milli sem lögreglumanninn tekur og þá sjáum við þróunina hérna upp úr þaki og það sem að í rauninni þegar fyrsta krúi kemur á staðinn, hér hann Steindór okkar kominn sem að einn þekktasti slökkviliðsmaður í SET-brununum, að hann var kominn á SET-apparatið eins og í hinum brununum hjá SET og óð hérna á hurðina, keyrði hana niður. Og þessi myndir tekin bara á nákvæmlega sömu stundu og þá sjáum við hvað blasir við. Það bara eldhaf upp og niður og þetta semst þessi hurð sem hann keyrir niður. Hann opnar til þess að við höfum aðgang að þessu og þetta svæði hér í rauninni allt eitt eldhólf og svo skrifstofan skilin frá, sjáum þess betur á eftir. Þannig að þegar að Steindór kemur og opnar hurðina og þá nú ljóst að þetta höfði svona svolítið handleggur að huga þetta. Hérna hurðin sem að þið voru að horfa á og þetta svæði hér svo gott sem eitt eldhólf. Síðan skiptist það einhver ákveðin lager hér og svo skrifstofa hérna í ákveðnum í smá hluta. Þessar eignir eru tengdar saman, 17 og 19 með þessum rana hér. Hann lokaður hérna
en engar síður, samtenging. Og þetta er fyrirtækið sem framleiðir rúgbrauðið sem ætlaði að kaupa næst með saltfiskum. Hérna er bara svona dæmi, bara örlítið dæmi vörurnar sem þeir eru að framleiða. Þeir voru að framleiða flöskur og tappa og plastmál og þessar bakka sem að þið sjáu þegar skýrið og jógúrtu og það kemur í. Og framleiðslu geta mjög mikil. Í rauninni á ársframleiðsla á svona plastflöskum, þeir gátu afkasta 40 milljón svona flöskum á ári. Þannig að lagerinn var líka umtalsverður hjá þeim, bæði af hráefni og síðan unnuvörum, sem að við síðan þurftum að glíma við. Þeir voru reyndar líka með gáma fyrir utan. Hérna er gámur sem að þeir geymdu framleiðslu hráefni og það sama er hérna. Alltaf fylgir svona starfsemi bara heilmikill bæði hráefnis og framleiðslu flutningar fram og tilbaka. Þetta eru vörur sem við séð hjá Ölgerðinu og Gunnarsmæðinu og Vífilfell og Mjólku og Mjólkursamsölun og fleira. Þannig að þetta var svona, þeir höfðu áhrif víða á svona okkar daglega form, bara sem neytenda. Svæði sem er síðan mökkinn leggur yfir og er rýmt. Þetta er sem sagt það sem brennur og þetta er það sem er rýmt og við farum út á fljótahjálparstöð sem er hérna frá. Það gekk mjög vel, rýmingin, en ákveðnir aðilar vildu ekki gefa sig. Það er alltaf þessi eini eða tveir og það var ákveðið að það yrði ekki beitt lögregluvaldi við að losa þá að heimilum sínum. En bara viðbrögð fólks eru mjög misjöfn þegar það vilja að hjálpa því. Og þau upplifðu sig ekki bara aðri hættu og kannski verið sofnuð og legið illa á þeim, en svona er þetta bara. En það var þá haft auga með því. En auðvitað var þá gengið úr skuggum að það fólk myndi loka gluggum hjá sér og hækka upp í hitann og annað til þess að minnka líkurnar á að fá inn, því þetta var algjört eitur sem að lagði þetta yfir. Og björgunarsveitirnar á svæði 3, þær sinntu þessu með miklum sóma. Og við lentum í þessu eins og bara í öllum öðrum samfélagum að allir helstu sérfræðingar samfélagsins komu og voru ívið aggressívar í þessu útkalli heldur en hinnu að kenna okkur hvernig við ættum að gera þetta. Þannig að við fengum... Já, við erum búin að læra. Þannig að við fengum björgunarsveitirnar til þess að rýma í rauninni gagnheiðina eða eldheiðina eins og hún kölluð í dag. Hér er svæðið sem að brann sko í síðasta brunni. Þetta er það sem að brann núna. Og það sem að brann í set 1 var hér. Þannig að... Klára þetta bara. Já. Þannig að þetta er svolítið eldfimmu punktur. En þeir rýmdu sem sagt bara alveg gagnheiðina fyrir okkur og við fengum bara alveg frábæran vinnufrið eftir það. Og bara vel gert. Hérna sjáum við svona bara aðeins það sem er augu bar. Það er hérna, við erum að fá eld og eldbjarma hérna upp á mjög stóru svæði. Þetta er náttúrulega að sprengja sig upp úr þakinu og varða alveg ægilegt þetta. Eins og sagði án, þá voru þetta svona helstu byggingarnar sem við horfðum á. Það var tjón á, þetta eru bílavestæði hérna náttúrulega allt kring. Og það var tjón á einhverjum bílum og annað sem að bæði út frá geislunarvarma og út frá bráðnu plasti sem að var að falla á loftinu og breytti sig ofan í lakki. Já, ég veit ekki hvernig það hefur ratað inn hjá tryggingafélögunum, ég hefur örugglega fengið að borga það eins og annað, sem er líklegt. Ef við lítum aðeins á hérna, við raðum saman, eins og ég sagði á hann, þá er svolítið gallið að þetta skyldi gerast í myrkri, þá fengum við ekki eins skemmtilega myndir. En svona, þegar þetta er alltaf að gerast, ef við horfum á myndirnar, þetta er eignin númer 17, sjáum hann að brenna, og þetta er húsið númer 15, þannig að við erum í rauninni sko að horfa svona, hérna. Þannig að fjarlægðin er mjög lítil hérna á milli. Þessi mynd hérna, að þá er þetta hús og hér er hornið á númer 15 hérna. Það sem við horfum inn í hérna og það er hér. Hérna síðan erum við að horfa á þetta svæði á fasteigninni númer 19 og hérna fyrir innan er opið inn í ranan og þar stendur þessi ágæti slökkvismaður. Þetta er ranin sem við horfum inn í og hérna er eldurinn að koma á milli, hérna uppi.
hérna fyrir. Þannig að við erum í rauninni bara að horfa beint inn í vítið sem hér. Hérna, þessi gluggi hérna, hann hérna uppi og hérna sjáum við sko eldin. Þetta er engin fjarlægð, þetta er bara hérna alveg við okkur svo með þess að hérna litli skúrar hérna við. Á þessari mynd hér, þá sjáum við að hér er verið að leggja áherslu á að verja þessa eign hérna og það er bæði gert hérna með mótum og svo eru menn með stúta hérna á milli líka og þeir eru einmitt hér líka. Hérna sjáum við þið sjáum þennan skúr hér, þessa viðbyggingu hérna, það er þessi bygging hér. Þannig að það var strax uppæðulega mikið áherslu á það því það var mjög snemma ljóst að við getum ekkert gert í númer 17. Þessi mynd hérna, hún kemur af þessari hlíð hér. Þetta eru skrifstofugluggar hérna og það hélt í rauninni lengi og vel. Sko fyrir skrifstofugluggarnir eru hér. Hérna var ákveðið rými þar sem var lager og lofti og annað. Og þar var ekki eins góður hérna gott skilrúm á milli. En hérna skrifstofubyggingin, skrifstofurými, það hélt mjög vel. En það voru gluggar í sem að stórt inn í vinnslusalinn. Þeir gáfu sér svo að sjálfsögðu að lokum. En það rými brann ekkert í grunna en það eyðilagðist eins og allt sem var það rými. Og sóttu leyfi fyrir þessu skúrum og tengingum og svoleiðis? Já, það er hérna... Þetta er allt samþykkt að byggjast? Góð spurning. Þetta er eins og annað, þetta er búið að vera að byggjast upp frá 1970 eitthvað og sumt af þessu gert í óleyfi og annað ekki og sumt af þessu til eitthvað skriflegt yfir, sumt er handskrifað og sumt er til á gamalli ritvél og svo framvegis. Þannig að þetta er mjög flókið apparat eins og mörg önnur svona fyrirtæki sem að tvinnast saman smátt. Og það er mjög misjafnt hvernig bara í allri Árnessýslu og ég veist ekki bara á landinu öllu, hvernig byggingafulltrúar hafa farið með máli gegnum tíðina. Og eldvarnareftirlit líka. Og við viðurkennum það að við fúslega eldvarnareftirlit í Árnessýslu er miklu minni en það ætti að vera. Við myndum þurfa að vera með 5 kalla í fullri vinnu til þess að komast yfir allt sem við erum að gera í eldvarnareftirlit. Það vantar bara peninga í allan eftirlitsinna á Íslandi. Eða reglur. Já, þessi mynd hérna, þá horfum við hérna innan. Þannig að svo þið sjáum aðeins hvað var í gangi á hverjum staðum. Hérna er skemmtilegt trix. Hérna er búið að klippa inn á myndir, raunmyndir sem eru teknar með dróna eftir á. Hér sjáu þið það sem brann, húsið er alveg í rúst. En þið séu að vera annar hann gjörheill og þið sjáu þið ekki einu svona á byggingunni hér. Hérna sjáu þið eignina nr. 15, hér bara hann allt niður. Það sé ekki einu svona á eigninni. Þannig að við hérna erum ferlega ánægðir með störf okkar manna á þessum vettvangi og það eru gríðilegt tjón og harmleikur fyrir eigendur þessa fyrirtækis. En það hefði svo sannlega getið orðið miklu meira. Voruð þið strax með froðan að þetta? Nei, froðan kemur ekki fyrir í eftirvinnunni. Þar erum við í vandræðum því að húsið er í rauninni það brenna það svona niður, húsið er bara fullt af plastefnum og í þessum hluta húsins til dæmis að þar eru bæði framleiðsluefni og lagerefni og þetta er á brettum og það eru kannski pappakassar á þessu bretti og svo kemur plastkull á þessu og svo plastflöskur á þessu og þegar þetta brennur niður þá erum við bara komið með eitthvað sem er algjörlega ómögulegt að eiga við nema róta í því og þegar þarna undir morgun þá erum við ekki með með til þess akkurat og mannskapurinn er bara mjög þreyttur þannig að við grípum til þess að rása að reyna að kæfa eins og við getum til þess að halda þessu niðri og förum með froðu yfir allt saman til þess en þessi reiður lágu bara alls þar undir og það vannst ekkert fyrir að vinnuvélar komu í það og þess að hún mokaði burtu bara strax bara að rannsóknardeildin tók bara svona snögga skoðun, það var eins snaggarlegt og hægt var með fullri fagmennsku og þau svæði sem voru grunuð upptök voru geymd en þess að hún mokað öllu í burtu og mjög skömmum tíma. Nú sömu plastefni í þessari verksmiðju eins og inni? Nei, það er ekki. Þetta er meiri hlutin þessu voru PVC-efni. Hérna er grunuð upptök og það er þessi verksmiðja hún er mjög gömul á svona verksmiðjumælikvarða á Íslandi
og það hefur nánast alltaf verið keyrð sólarhringsstarfsemi. En það er dregið úr vinnslu á nóttunni og það er einn starfsmaður við störf þegar á nóttunni og þegar þetta kemur upp að þá er hann bara einn og það slær út allt í einu í byggingunni, það er myrkur og hann heyrir mikinn hvers og heyrir alveg hvað hann kemur. Þessu rými hér eru tvær mjög stórar loftpressur sem eru til þess að blása lofti inn í framleiðsluvöruna. Og grunurinn beinist, og hérna horfum við á þetta svæði, og grunurinn beinist fyrst að loftpressu, annarri loftpressunni, þegar hún er skoðuð að þá sést að hún lítur aðeins öðruvísi út en hinn. Það er ekki búið að gefa út eiginlega skýrslu með uppdögg, þess að menn telja síðuppdögg, en það sem rannsóknin beinist að núna er ekki ósvipað og Z1, að það er tengibúnaður á strengjum inn í verksmiðjuna. Að það er sem sagt kemur inn í áli og fer út í eir eða kopar. Þess að það er tengt saman ál og kopar. Og svo að því verður þannig spennumunur, það losnar þetta upp og síðan ljósbogi og allt fer til fjandans. Þannig að það er það sem er grunað núna. Þannig að það er svona, þetta er óformleg niðurstaða. En við skilst það sem mjög stutt í skýrslunum. Er þetta fyrirkomulega á fleiri fyrirtæki? Á landinu bara mjög víða. Og hérna þetta fyrirtæki var í eftirliti hjá rafvirkjafyrirtæki og það var nýlega búið að yfirfara þennan búnað eftir því sem skilst. Þannig að það er spurning hvað það er sem gerist í því. Það var alveg sama í fyrri setbrunum, þá var það að kviknar í upp á lofti í nákvæmlega samskonar tengingu. Það sem er bara sirkvort efnið. Bílaröðunin, hún breyttist nú reyndar svolítið, en það var alltaf mikil vinna hérna megin frá við að vernda þetta, eins og fyrr sagði, það var mikil vinna hérna megin frá. Það var talsverð vinna hér í að reyna að slá niður og koma hér að. Þetta var eins og bara mjög mengað svæði, Reykjavík lagði hérna meira í þessa átt, þannig að það þurfti að fara aðeins varanlegra þar. Körfubíllinn var ekki færður, hann var staðsettur hér allan tíman og hann var, þegar leið á, þegar var ljóst að ekki ráðið við, númer 17, að þá fer hann að einbeita sér að kælingu á þessum svæðum hér, eins langt og hann nær, bara til þess að reyna að dempra þann geislavarma sem getur borist þaðan yfir á næsta hús. Alveg eins og ég sýndi ykkur áðan, þá byrjum við yfirleitt á því að koma út laugum og svo fara þeir í að dömpa, tankbílarnir okkar í að dömpa vatni í þær laugar og það hjálpar heilmikið það. Svona þangað til er búið að beina vatninu til okkar af veitunni. Í þessu kælingarstarfi komum við með mónitora svona byggða ofan á nokkra dælubíla hjá okkur. Það er þetta afar gagnlegt. Það nýtist einnig vel í gróðuröldum þegar við komum bílunum nálægt. Hérna þessi mynd er tekin tiltölulega snemma í ferlinu. Hérna streyma sérfræðingarnir að. Þeir tóku ekki númer, þeir vildu helst tala allir í einu. En þar björguðu okkar sjálfbúðulega samtóku okkur einu sinni enn. Og þarna er náttúrulega bara allt tjón á þessu. Hérna sjáum við, hérna er upptökin þessu svæði hér. Hérna sjáum við hérna aðeins að rjúka upp, en þetta hérna, þessi hreiður sem vorum að berjast við, þannig að þakið fellur hérna ofan á. Og víða komumst við ekki að náttúrulega bæði út af þessum lögum sem ég var að tala um og síðan leggjast blöturnar ofan á og við að sjálfsögðu sendum enga reykkafara inn í þennan eld. Það er alveg nýjar áherslur orðnar í seinni tíð á slíkt. Við erum ekkert að offra lífið okkar manna í fyrsta lagi þar sem það þarf ekki að bjarga öðrum mannslífum og síðan í kannski verk sem eru vonlaus. Og það sama er einmitt eftir að það er komið á þetta stig að þá erum við ekki að senda menn inn til þess að rífa plötur í burtu eða annars slíkt er að komast betur á hreiðrunum því að það er bara hrunhætta annars þar. Það er bara vélar sem að fara í það. En það var alveg starf hjá slökkviliðinu fram á kvöld daginn eftir í svona hreiðurslökkvistörfum og sama með þegar
vélarnar koma og fara að moka yfir á vörubílana, að þá þurftu að vera menn bara að standa og stökkva í jafnóðum. Það var heilmikið frost þegar að leið undir morgun, en að vettvangurinn var erfiðar en ella, var gríðarlega sleipur og froðan breytist í snjó. Þannig að þetta var svona fluffy snjólag sem að lagðist yfir. Þetta var óskup fallegt. En við notuðum með 34 lítra froðu í þessari vinnu. Og hérna sjáum við leið þeir eru að grafa upp, þetta er einhvern tímann síðla dags daginn eftir, að það rýkur alltaf beint upp og það stendur við að maður með stút bara klár. Og með virðingu fyrir Kristjáni þá þakka ég fyrir þetta. Eitthvað sem þið viljið bauna svona í lokin. Ég endurtek þetta með tölfræðina sem ég hef það sérstaklega mikinn áhuga á. Því miður náði ég ekki að smellin inn, en hún kemur. Varðandi rýminguna á þessum íbúðasvæðum. Já. Nótuðu þið kerfið meðalínni þar sem þeir ekkert að skipta inn símanum og fætti yfir og komið bóðum til heima sem á fólks? Já, það var ekki gert á þessu. Það var bara gengið hús og húsi til að tryggja. Það var tíminn sem fólk var farið að sofa mikið og það var ekki sent út í því kerfi. Það eru aðeins gallar á því á sumum svæðum upp á að einangra við svæði. Það var ákveðið svæði sem við vildum fara að rýma, ekkert endilega stærra svæði en það. En það hefði þá farið, það talið var, í talsvert fleiri síma en menn vildu. Og við fengum fljótt mjög mikið magna flottu mannskap frá björgunarsveitunum. Þannig að rýmingin gekk alveg mjög vel og undir á skömmum tíma. Þau eru líka að verða svolítið vön þessu þannig. En ég vona að við verðum ekki með bruna ársins fyrir 2016, það er fyrir annar. En annars þá þakka ég fyrir mig. Já, ég þakka bara Pétri kærlega fyrir kynninguna og það er bara mjög fróðlegt og eins og við segjum, við vonum að það komi kannski annar slökkviliðsstjóri. Ég veit að það er alltaf gott að fá Pétur, en kannski vilja til að fá pásið svo þetta ár, en við sjáum hvað setur. En þá er það komið að lokum þessa morgunverðarfunda. Ég þakka ykkur fyrir komuna, ég þakka Verkís fyrir að leggja fram salinn og greinurnar og allt sætabröð með bara og Verkís fyrir staði. Það verður annar morgunverðarfundur í febrúar og hann verður auglýstur síðar. Þannig að ég segi bara takk fyrir og eigi góðan dag.